Furðudýr vikunnar er hrafn. Hrafnar eru 65 cm að lengd og lifa að stærstum hluta norðurhvels jarðar, lifa á Íslandi og eru staðfuglar hér. Það er að segja, þeir eru hérna allt árið, fara ekki á veturna og eru stæðstu spörfuglarnir. Það er ekki allir sem átt að segja á því að hrafnar eru spörfuglar, eins og þrestir og starar og svona þessir fuglar sem eru í kringum húsin hjá okkur. Borða nánast allt sem þeir komast í. Stela hlutum, þeir eru glysgjarnir jafnvel. Oft hægt að finna glærbrót og alls konar hluti í kringum hreiðrin þeirra, það sem þeir hafa haldið til. En þeir borða unga á vorin og sumrin og egg. Þeir fara í hræ, þeir eiga það til jafnvel að ráðast á og byrja að kroppa í kindur sem eru veikar eða slasaður og geta ekki fært sig. Éta alls konar smátir, þeir éta jafnvel ber, allt sem þeir komast í raun og veru. Byggja hreiður sem kallast laupur úr greinum, ull og gróður og alls konar dóti og safna, eins og ég segi, glingri í þetta stundum og verpa snemma á vorin. Þeir eru fyrstu fuglarnir til þess að verpa því að þeir þurfa tíma til þess að koma upp þessum stóru ungum, þetta eru frekar stóri fuglar og þeir þurfa töluvert mikinn mat. Og þeir eru líka að stækka ungarnir þegar aðrir fuglar eru að verpa og þá eru egg og ungar að sækja til þess að bera í ungana. Hrafninn er algengur í þjóðsögum hjá okkur. Það er til dæmis þjóðsaga stelpu í Vatnsdalnum fyrir norðan sem hafði verið að gefa hrafni og svo einn daginn kemur hrafninn en hann vill ekki matinn, hann bakkar alltaf. Þannig að stelpan fer á eftir honum og hann bakkar meira og hann bakkar meira og bakkar meira. Þá heyrir hún mikinn háa og þá kemur skriða úr fjallinu yfir bæinn en hrafninn hafði lokkað hana frá, þannig að hún bjargaðist en engin annar. Þannig að hrafninn bjargaði stelpunni þarna. Hvort þetta er satt eða ekki, það verður að liggja á milli hluta.